Má ég þá aðeins fara inn á annað í þessu sambandi varðandi bara út af kosningunum að þessu, þá mér langar aðeins að ræða ESB og Evrópusambandi vegna þess að það sko hafa verið að koma út skýrslur núna sem sýnaðu þetta mjög erfiða stöðu hjá Evrópusambandinu og það hefur verið stöðnun í hagvexti, ástandið mjög mismunandi eftir ýmsu löndum, evran hefur verið að gefa eftir gagnvart dollar. Þannig að nú ætlum við að fara að ganga inn í Evrópusambandið sem gæti orðið eitt af niðurstöðum þessar ríkisstjórnar. Að sækja þarna aðild aftur. Já. Sko, pólitískt held ég að setja alltaf flókið fyrir bæði Samfylkingu og Viðreisn að fara ekki að segja bara nei, við ætlum ekki að fara í, nú loksins þeir komið með bara þetta sterka stöðu, að þá pólitískt vandasatt fyrir þá útskýraða fyrir sínu kjósendur sem styðja Evrópusambandsaðild, akkurið þeir gerir það ekki. En þú segir sko, mér finnst, ég vilja svona þyngstu rök Evrópusambandssinna eru yfirleitt þessi vaxtarök, sem þetta að Ísland fái aðra vexti ef við göngum inn. Hins vegar má nú minna á að til að ganga inn þá er sko mjög langur prósess framundan og ég segir stundum byrjum á því að ná Maastricht skilyrðunum vegna þess að við erum hvort þið að ná þeim og ef við náðum þeim þá held ég að myndum en þá halda áfram að Maastricht skilyrðin eru sko bara ákvæðum sko skilsama efnahagsstjórn eða hagstjórn og sem að reyndar sko er ekki til staðar hjá hinu einstöku eins og við erum að sjá núna, þú nefndi Frakkland. Það er bara verulega slæmt ástand í fjármálum í Evrópu. Og það er sem fyrirtæki eru svo skuldu. Mér langar að koma að því við enduðum þarna, fórum þarna inn í, mér fannst mjög athyglisvert að lesa hérna, ég var nú að vekja athygliðina á grein eftir Stefán Orra Ólafsson lögmann hjá Lex. Já, þú varst að segja sko við sem fara að taka reglur sem þeir eru að hætta með. Já, það er hérna í raun og veru, þessar MIFI reglur sko verðbréfamarkaðina sem voru mjög strangar og færðar hér upp fyrir nokkrum árum og þetta var þannig að það skildu þetta nú ekki allir. Hluti af þessu sko eiginfjárhlutfall bankana sem eru vegna kröfur þar. Og alls konar kröfur líka upplýsingar og lokun og þetta var bara mjög íþyngjandi regluverk og við tókum þetta upp og nú er eins og hann var að vekja athygli á í mjög athyglisverðri grein sem hann birti á Vísi að þetta í raun og veru hefur haft mjög íþyngjandi áhrif á hlutabréfamarkaði Evrópu sem eru bara að hafa algjörlega setið eftir. Standa sér ekki gagnast til Bandaríkjunum. Og þeir eru að hætta með þetta. Nei, fyrir ekki, þeir eru að draga verulega úr regluverkinu. Já, úr regluverkinu og það mun hafa áhrif hér. Þannig að við sjáum að þarna hefur við bara skýrt dæmum. Gullhúðun getur við sagt. Já, sko, eða blýhúðun því að þetta er svo íþyngjandi og við getum líka velt fyrir okkur, Jón, sko, menn bakka með þetta. Hvað hefur þetta kostað á meðan þetta var í gildi í töpuðum viðskiptatækifærum, í töpuðum framlegð og bættum rekstir og guðma vita hvað. Hvað hefur þetta kostað allan þennan tíma? Þannig að mér finnst þetta mjög ég alveg sammálaður að þetta er athyglisvert að við séum ef við erum að fara þannig inn í Evrópusambandi sem er mjög líklegt að það verður sko einhvers konar snudda sett allavega til þeirra sem að hafa vilja ganga þarna inn. Það er líka annað í þessu sko, ef að þetta verður niðurstaðan, bara til þess að það komi skýrt fram, ég er náttúrulega algjörlega á móti því að gangi í Evrópusambandið til að það væri mikil afturför, gangin í samband þar sem að er alls ekki þar sem að er ekki mikill hagvöxtur, þar sem að fyrirtæki og þjóðir eru ennþá skuldugar eftir bankarunnið. Hér var það þó hreinsað út á Íslandi. Já. Og við losnum við settum bara bankana á hausinn og allt þetta. Erlendis hefur verið, sko, er skuldirnar inni í
kerfinu. Jón, við erum miklir Evrópusinnar en ekki Evrópusamband. Við erum Evrópusinnar, við höfum gaman að fara til Evrópu og vera í Evrópu og við erum með frábær menning og frábær lönd. Og við höfum fullkomin tengsl og við erum ekki einangruð þjóð eins og frasin eigum að vera einangruð þjóð ykkur stær í norður í Ballarhafi. Við erum öfugt. Svolítið svo umræða sem við erum stundum að glíma við. Örstuð til þess að fá svona bara slá botnin í þetta með þessa umræðu og það er það að sko þetta getur þýtt það ef að þessi ríkisstjórn, ég er bara að tala umræðu hefðina og umræðu, hún er náttúrulega alveg sérstök hér á Íslandi, þar sem að menn eru eiginlega bara kýldir niður að þeir hafa ykkur skoðanir, það er sérstaklega að þeir hafa skoðanir sem að vinstri menn er ekki sammála. En við getum verið að tala það ef að verður sótt ESB þá myndist hér gífurleg hreyfing, þverpólitísk hreyfing á Íslandi gegn ESB og svo aftur með ESB eða já og nei hreyfing. Þetta mun auðvitað taka verulega orku úr samfélaginu að standa í þessari umræðu og það er bara þannig. Áherslan hjá þeim fer kannski í vitlausa átt. Þess að einbeita sér eins og þú segir svo vel að til þess að hvort sem að þú ert að ganga inn í Evrópusambandið, þá þarftu fyrst að ná öllum hagtölum niður í eðlilegt horf. Og þá segja menn, fyrst við getum það, þurfum við þá að ganga inn í Evrópusambandið til þess að hafa stöðuleikann. Catch 22 fyrir Evrópusambandsinnana, svolítið.